Hjartalega velkomin á 50-dagsfund Frelsiskirkjunnar. Ég heiti Sara Pálsdóttir og með mér er Einar Gautur og í kvöld ætlar hann að vera með framhaldspredikun kraftinn og lífið í blóðinu. Og við ætlum að reyna að hafa svolítið langa hugleiðslubæn í kvöld. Þannig að endilega staldri við og verið með okkur allan fundin, þetta er svona cirka klukkustund. Í lok fundar er beðið fyrir lækningu, beðið fyrir blóðinu, fyrir öllum þeim sem eru að horfa og hlusta og síðan eftir það verða teknar fyrir sérstakar fyrirbænir. Og fyrir þá sem vilja senda inn fyrirbænir, lækningabænir, getur verið hvaða bænir sem þá megið alltaf hafa samband við mig eða Einar og við skrifum niður fyrirbænarefnin og byggjum síðan fyrir fólki. Og það getur bæði verið með nafni en líka nafnlaust fyrir þá sem vilja. Annars segi ég bara verið hjartalega velkomin öll sem eru á Zoominu. Gaman að sjá hvernig margir í kvöld og þið sem eru live á Facebook og TikTok með endilega ít og like eða hjarta ef þið heyri vel í okkur. Eins er í lagi að koma með spurningar og þá ætlum ég bara að beina þessu yfir til þín, Einar. Hei, takk. Við byrjum á að leggja stundin í Guðs hendur eins og við gerum alltaf. Drottinn, við leggjum þessa stund í þínar hendur og biðjum þig að tala inn í hjört okkar og umbreyta okkur og leiða okkur inn í yndislega framtíð. Í Jesú nafni, amen. Í síðasta lestri þá vorum við að fjalla það sem segir blóði í Biblíunni og kraftinn í blóði Jesú. Og ég hvet ykkur til að hlusta á hann er til á upptökum. Hvað er best að leita að henni? Það er náttúrulega á Spotify. Já, hann er ekki komin ennþá. Síðasti lesturinn er inn í grúppunni. Já, ok. Biblíu og bænahópur frelsi og lækning á Facebook. Ok, en þar kom fram, ef aðeins bara verðum með smá upprifun, að laun syndarinnar er dauði og það er sem sagt að Guð sagði við Adam og Eva, ef þið hleypið illskunni inn í líf ykkar, þá farið alveg með ykkur og þið munið deyja. Og þegar þau hlýtu því ekki, þá þurfti Guð að finna leið til að bjarga þeim. Og Guð gerði það með því að útvega fyrstu fórnina sem að var færð fyrir syndir þeirra, sem tákn upp á það að einhvern tíma seinna myndi Jesús koma, deyja á krossi og leysa mannkynið undan þessu áfalli. Við heyrðum það í síðasta lestri að því að blóð Jesú féll á jörðina, en sem sagt eftir hann dáinn, þá skaut rómverskur hermaður spjót í síðuna eða stakk í síðunans. Og þá kom blóð og vatn og það féll á jörðina. Og í Hebreabréfinu segir að blóð Jesú hrópar á jörðinni, kröftugar en blóð Abels. Þannig að hvar sem við erum stödd, það er þessi kraftur hér á jörðu sem leiðir að því að blóð Jesú féll á jörðina. Og við höfum alveg svo sólina, regnið, súrefni í andrúmsloftið, þá er jörðin umlukin blóði Jesú að því að féll á jörðina og það er kraftur. Það er kraftur sem að umbreytir, það er kraftur sem gefur eilíft líf, það er kraftur. Og við fórum í þarna sögun Adam og Evu og syndafallið og ég útskýrði að þetta er ljóð sem er yfirfullt af myndlíkingum. Þar er Satan líkt við höggorm, þar er illskun líkt við að borða af ávöxt og tré og þetta er ekki sagt til þess að burtskýra Biblíuna, heldur einmitt til að skilja hana. Því að það er þannig með ljóð að við megum ekki að við þurfum að lesa ljóð sem eru full af myndlíkingum með myndlíkingun í huga. Alveg eins og ég tók þarna sem dæmi að ljóðið blessu sólin elskar allt með kossi vekur og svo hérna kalt hennar örmum tekur. Við förum ekki að leiða þessu að sólin sé með einhverja arma eða varir til að kissa með, heldur skiljum við myndlíkinguna. Og þarna er sem sagt hleyptu þau illskunin í líf sitt og það hafði afleiðingar. Páll postuli orðar þetta svona: laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs
er eilíft líf fyrir Jesú Krist. Það er þannig að það má líka snúa þessu við og segja syndin er það sem leiðir til dauða. Guð er lífið og Guð er lifir að eilífu. Guð er eilífð. Guð er eilíft líf. Jesús sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þannig að dauðinn, allt sem deyðir, er í andstöðu við eðli Guðs. Syndin er ekki eftirsóknarverð. Það er ekki eftirsóknarvert að hleypa dauðanum inn í líf sitt. Okkur getur langað til þess og þegar okkur langar til þess þá getum við sagt að boðorð Guðs séu bara ómögulega því að Guð séu á móti öllu skemmtilegu. En það er ekki þannig. Guð er á móti öllu sem skemmir og eyðileggur. Ekki öðru. Okkur getur langað til að reiðast. Okkur getur langað til að hatast út í aðra. Okkur getur langað til að borða of mikið. Ég hef oft lent í því. Og stundum er eins og maturinn færi bara sjálfkrafa upp í mig, sko. Og okkur getur langað til að reykja ef við erum háð sígarettur. Okkur getur langað til að vera bitur. Okkur getur langað til að vera í fílu. Og stundum finnst okkur það mesta skemmdarverk sem hugsast getur ef einhver ætlar að eyðileggja fyrir okkur góða fílu. Okkur getur langað alls konar hluti. En það okkur langi þýðir ekki að þeir séu eftirsóknarverðir. Það þýðir ekki að okkur getur langað til að öfundast út í aðra, en það er ekki eftirsóknarvert. Það gefur ekki líf. Það elur dauða. Og það er það sem kom fram í sögunum Adam og Evu, að syndin er það sem leiðir til dauða. Og það getur verið dauði, líkamlegur dauði, andlegur dauði, en líka fleira. Við getum deytt vináttu. Við getum deytt náin sambönd. Við getum deytt eyðilegt samband barna við foreldri og foreldri við börn. Við getum deytt samband systkina. Og við getum verið drifin áfram einhvers konar löngun, þó að löngunin sé til eyðileggingar. En það sem ekki gefur líf er ekki í samræmi við eðli Guðs. Allt sem skemmur og eyðileggur er í andstöðu við eðli Guðs. Þetta er að borða skilningsdrek góðs og ills. Við erum ofta að éta af því. En það er betra að neyta lífsins tré sem er Jesús. Jesús sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og okkur býðist að borða þessu lífsins tré og lifa að eilífu. Og þá er spurningin, getum við lifað í nærveru Guðs þegar það sem er illt og elur þessu dauða er að verki í líf okkar? Svar Biblíunnar er nei. Ef við kæmum í nærveru Guðs að fullu og dýrð Guðs og nærvera kæmi myndi fylla staðið það sem við erum, það myndi ekki lifa af. Og ástæðan er sú að Guð þolir enga illsku. Það er í andstöðu við eðli Guðs og honum líkt við eyðandi eld þegar það kemur að því sem er illt. Við spyrjum þá, ef allt þetta illa sem er í heiminum, allt þetta ljóta sem er að gerast, hvernig má það vera ef það er til góður Guð? Hvar er Guð í þessu öllu? Og Jesús svarar þessari spurningu og hann svarar henni bara mjög skýrt. Það er ekki víst að við skiljum alla hluti í svarinu. Það er ekki víst að við getum áttað okkur á svarinu til fulls, en svarið er samt skýrt.
hann segir, nærvera Guðs getur ekki verið yfir jörðinni, yfir mannkyninu, vegna þess að þá myndi allt sem er illt eyðast og verða engu. En Guð þekkir þá, ég er svona orða það sem hann segir, en þetta er samt innihaldið. En Guð þekkir þá sem að eru búinir að taka móti honum, taka móti lífinu, taka móti fyrirgefningu syndana, taka móti lausninni, og hann þekkir líka í dag alla þá sem eiga eftir að gera það. Það er sagt að við séum skráð í lífsins bók frá grundvöllum veraldar. Hann þekkir, Guð er nefnilega utan allra tíma. Guð er ekki nútíð, framtíð, Guð er nútíð, framtíð og fortíð, hann er eilífur, hann er, og nafn Guðs er, ég er, sá sem er. Guð setti öllu tíma og tíði segir Biblían, en hann er utan við það. Hann er ekki háður því. Og hann þekkir þá sem er að gera ljóta hluti í dag, en hann þekkir líka eins og verða morgun þegar þeir eru búin að eignast lífið í Jesú Kristi og snúa við blaðinu. Amen. Og Jesús segir að þangað til að allir hafa fengið tækifæri til að taka á móti lífinu, þá kemur nærvera Guðs ekki yfir. Í Jesaja segir, eyra Guðs er ekki svo þykkt að hann heyri ekki, og hönd Guðs ekki svo stutt að hann geti ekki hjálpað. En það eru syndirnar sem hafa búið til aðskilnað milli Guðs og ykkar. Og þangað til að allir hafa fengið tækifæri, þá kemur nærvera Guðs ekki yfir til að eyða öllu illu. Og Jesús segir dæmisögu, ég ætla að lesa það. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim, líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn, en menn voru í svefni kom óvinur hans, og það er í þessu tilfelli djöfullinn sem er átt við, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að bera ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sagðu við hann, Herra, sáður ekki góðu sæði í akurinn, hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, viltu að við förum og reytum það? Og nú kemur svarið. Eigandi akursins sagði, nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vexa saman að kornskurði. Þegar komið er að kornskurðatíð mun ég segja við kornskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið böndin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöður mínar. Þannig að þangað til að uppgjöri kemur, við getum verið með einhvern einstakling sem lifir fjarri Guði, gerir ljóta hluti, en einn góðan viðurdag á hann eftir að snúa við blaðinu og taka á móti Jesú, taka á móti fyrirgefningu syndan, taka á móti frelsinu, taka á móti eilífu lífi. Amen. Og Guð ætlar ekki að fara að eyða honum áður en þetta hefur skeð. Þess vegna segir Guð, það góða og illa mun lifa saman í þessari veröld, allt þar til að uppskjöru tíð kemur og þá verður það skilið á milli. Amen. En það er þannig að við höfum stundum óþol gagnvart ljótum hlutum þegar við heyrum mjög svona svarta sögur, kynferðisbrot gegn börnum eða eitthvað slíkt, þá bara langar okkur allavega mér að rjúka upp og bara, þú veist. En Biblían segir að enginn hefur meira óþol gagnvart illskunni en Guð. Hann þolir ekki synd. Hann hatar það sem er rangt, hann hatar það sem er illt. Og ef að nærvera Guðs kemur yfir, þá eyðist allt sem illt er og allt sem er leiðir til dauða. En Guð er kærleiksríkur Guð. Hann er náðugur Guð. Amen. Og hann heldur sér fjarri til að gefa okkur tækifæri til að snúa okkur til hans.
það svar biblíunar við þessum spurningum sem ég var að lýsa, það vekur upp nýjar spurningar, ég ger mig grein fyrir því. Og sumt skilum maður ekki. En það er ekki neina stóra fréttir þó ég skilji ekki allt Guðs verk. Ég skilji ekki allt sköpunarverk hans. Eðlisfræðingar reyna að skilja náttúrulögmálin, þessi efnislög, og þeir eru ennþá rétt bara að byrja að skilja þetta. En það breytir ekki því að ég skil svörin að þessu marki. Svo er spurning sem vaknar, en Biblían svarar ekki: finnur Guð leið til að allir, líka þeir sem deyja á þess að hafa heyrt, fái tækifæri til þess að velja lífið og borða lífsins tré? Ég ætla ekki að svara spurningunum á biblíulestri, en þess að Biblían svarar þið ekki. En þetta legg ég í hendur Guðs og ætla ekki að hafa áhyggjur af því fyrir Guð. Hann er kærleiksríkur og hann finnur leið, ég bara efast ekki um það. Til að allir fái tækifæri. Hvað verður þá? Við skulum gefa okkur það að allir fái fullt tækifæri til að taka á móti lífinu og fái tækifæri sem er alveg til fulls, og þannig og geti fullkomlega valið. Þá, hvernig svo sem það gerist? Biblían segir það ekkert um það. Hún segir bara við að boða trúna og leiða fólk inn í lífið. Amen. Og það er það sem við gerum. En sem sagt, hvað gerist þá ef við veljum ekki lífið? Ef við veljum syndina, ef við veljum það sem getur leitt til dauða og viljum ekkit nærveru Guðs, viljum hitt ekki, það gerist þá. Það eru tvær kenningar sem menn lesa út úr eru svona velta fyrir sér út frá orði Guðs. Reynda fleiri, það eru tvær sem að skipta megin máli. Það er önnur sú að því að Guð þolir ekki synd og þetta sem þá brennir bara allt upp og þeir með sem ekki vilja þiggja lífið, af því að Guð mun eyða öllu illu og það verður ekki lengur til. Guð er hins vegar kærleiksríkur Guð og gefur okkur val. Og eðli kærleikans er alltaf að gefa okkur val. Stundum orðaði þannig að kærleikurinn er tilbúinn til að sleppa, og þá á ég við það að ég til dæmis eins og með heimilisofbeldi og slíkt, að ofbeldismaðurinn vill ekki sleppa. Þeir sem eru að kúga aðra, þeir vil ekki sleppa. Þeir sem eru með þræla vil ekki sleppa þrælunum. Og þá er spurning, en kærleikurinn, hann segir, þú mátt velja. Guð neyðir engan til að þiggja lífið. Þetta er okkar val. En ef við viljum það ekki, og Guð ætlar að eyða öllu illu, sem að mun gera að lokum, hvað verður þá þá sem hafa valið það illa? Semst að einkenningin er svo að Guð muni bara eyða öllu. Önnur er svo sem fær líka stóð í meðal annars í einu staði bréfi Páls, er að Guð muni búa til stað þar sem hann heldur nærveru sinni fjarri, eins og þar sem hann nærveru hans er ekki. Og þá lifa menn áfram sálirnar án nærveru Guðs. En þessi kenningamenn séu í eldi að kveljast, hún er ekki úr Biblíunni, það er hvergi til versum það í Biblíunni. Mesta lagi svona vafasamar ályktanir út frá dæmisögum. En þá er spurningin, hvað gerðist á krossinum? Hvernig gat dauði sonar Guðs reddað öðrum eins hlutum? Hvernig getur ykkur einn maður tekið á sig dauða og synd fyrir mig? Svar mitt er, ég hef ekki hugmynd um það. Þetta er ekkert hvernig það er hægt. En Biblían segir, ég hef svona látið mig detta ýmislegt í hugsamt,
þannig kannski hefur einhverja hugmynd, en ekkert sem ég get vísað beint í ákveðið vers í Biblíunni. En Biblían segir að af því að Adam gat komið syndi og dauða til alls mannkyns og var bara einn maður, þá gat þessi nýja Adam sem Jesús kallaður, eða síðar Adam, komið og veitt lífi til allra manna. Og hann gerði það þegar hann dó á krossi og blóð hans féll á jörðina. Og það dugði. Þegar Kain hafði drepið Abel, sagði drottinn við Kain, blóð Abels hrópar á jörðinni. Og sumir skilja ekki, var þá ekki nærvera Guðs ef að Guð var að tala við Kain. Svarið er að Guð sendi engil sinn og talaði gegnum hann. Það er engill Jehóva eða engill Jahve sem Biblían talar um. Það er sérefni alveg, sérlestur sem getur verið það. Og nú ætlum við að fara, Biblían segir að lögmáli sem Guð gaf fyrir Móse, meira en 1000 árum fyrir Krist, hafi verið svona svo skuggi af þessum andlegu hlutum sem við njótum í dag fyrir blóð Jesú Krists. Ef ég sé skuggana sjálfum mér, þá veit ég svona nokkurn megin ákveðnar útlínur af hvernig viðkomandi lítur út sem að ég sé skuggan af, en ekki mikið meira. Og Biblían segir að það sem Guð hefur handa okkur þegar við tökum á móti Jesú er svo stórkostlegt að allt hitt sem Biblían talar um í lögmálinu og fórnunum er bara svo skuggamyndaði. Og þetta er kallað gamli sáttmálinn út af því að þegar Jesús dó þá gerði hann nýjan sáttmála. Og Biblían segir þetta er testamenti, þetta er erfðaskrá. Og segir þegar búið að gera nýja erfðaskrá, þá er hann gamla felld úr gildi. Hún segir að þegar við tökum út í Jesú Kristi erum við erfingjar Guðs, af því hann er faðir okkar og samerfingjar Krist, tökum allan arf með Kristi. Ég hef í mínu starfi séð systkini rífast um arfinn, en auðlegð Guðs er óendanleg, það er ekki hægt að rífast um, það er óendanlega mikið handa öllum. En spádómur Jeremíu var svona, sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út í Egyptalandi. Þeir rufu sáttmála minn og ég hirti um þá. Þannig er sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessi dagar er liðnir. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra, rita þau á hjörtu þeirra, ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera fólk mitt. Enginn mun framar kenna landa sínum og bróður sér þekktu drottinn, allir munu þekkja mig, bæði smáir og stórir, því ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá er hann lýstinn fyrir úreldan. En það sem er úreldast og fyrnast er að því koma verða engu. Og svo var það þannig að einu sinni á ári fór æðstipresturinn inn á staðinn þar sem örk Guðs var geymt. Örk Guðs var box og í því voru steintöflur með boðorðunum 10 sem Guð hafði ritað með fingri sínum. Og á þannan stað fór æðstiprestur gyðingainn einu sinni á ári, hann mátti ekki fara oftar, og þá fórnaði hann blóði hafurs fyrir syndir allra Ísraels manna. En sem sagt, í Hebreabréfinu segir, en Kristur er kominn sem æðsti prestur þeirra gæða sem komin eru. Hann gekk inn í þeirra stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndum gjörð, þar að segja ekki af þessari sköpun. Þannig þegar Jesús dó, þá fór hann inn á svið sem er ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hæfra og kálfa, heldur með eigið blóð. Hann fórnaði eigin blóði fyrir syndir okkar. Inn í heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Með öðrum orðum, Jesús bar syndir okkar
og fórnaði sér á utan allra tíma. Jesús er Guð, Jesús er sonur Guðs frá eilífð, hann er eitt með föðurnum og hann var sá eini sem gat fært fórn sem var utan allra tíma af því að hann var Guð. Amen. En hvað þýddi þetta fyrir hann? Þetta þýddi það sem Biblían segir að hann er lambið sem slátrað var frá grundvöllum veraldar. Við segjum hann dó á föstudagskvöldi og var eitt dag á krossi og svo bara sunnudagsmorgni reis hann frá dauðum. Það er vandamál, þetta var bara eitthvað smástund. Þetta var ekki smástund. Þegar Jesús færði þessa fórn, þá þurfti hann að taka á sig allar syndir mannkyns frá upphafi til enda. Hann þurfti að upplifa allar þjáningar sem að synd getur valdið í botn. Hvort sem það var skömm, sársauki eða bara hver sem þjáningin var, þurfti hann að upplifa í botn. Og það er engin þjáning til í veröldinni sem nokkur hefur upplifað sem Jesús þurfti ekki að upplifa verra. Ekki bara sem sagt augnablik, ekki bara einnig mannsæði, hann er lambið sem var slátrað frá grundvöllum veraldar. Og Biblía segir því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Því ekki sendi hann soninn í heiminn til að dæma heiminn, það gerir seinna, heldur til að heimurinn frelsist fyrir hann. Guð er að bjarga okkur áður en allri synd verður eitt. Og hann aflaði eilífrar lausnar. Hann er kallað meðalgangari í sáttmála og segir að samkvæmt lögmálinni fæst ekki hreinsast nánast allt með blóð og ekki fæst fyrirgefning án úthellinga blóðs. Þetta er útskipt svona líka því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan eftirmyndin sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himininn til að birtast nú fyrir augliti Guðs vor vegna. Það gerði hann ekki með því fórna sjálfum sér margsinnis eins og æðstipresturinn sem gengur inn í heila á hverju ári með annarra blóð, því þá hefði Jesús þurft að ofta líða frá grundvöllum heims. Hann þurft að deyja fyrir allar syndir og þjáningar mannsins. Hann bar all okkar sjúkdóma, all okkar þjáningar frá grundvöllum veraldar til enda. Og svo segir hann, nú birtist Jesús í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna til að afmá syndina með fórn sinni. Á sama hátt og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja eftir að fá sinn dóm, þannig að Kristi fórnfært í eitt skipti til að bera syndi margra og aftur mun að birtast ekki sem syndafórn heldur til að frelsa þá sem bíða hans. Mín reynsla er þessi að þegar ég kem fram fyrir Guð og segi við Guð, ég er búinn að klikka hérna, mér líður ekki vel þarna, ég er búinn að vera smá pirraður og segi, ég kem bara til þín eins og ég er. Það er svo mikill kraftur í blóðinu sem féll á jörðina og verkar hérna á jörðinni að það bara hreinsast eitthvað innra með mér. Og til þess að eignast þetta líf sem að Jesús kom til að gefa okkur, þá er Guð bara einni bæn í burtu. Það eina sem við þurfum að gera er að gefa okkur honum vald og segja þú ert minn drottinn og Guð. Gefa okkur honum vald. Það er eina sem við þurfum að gera. Játast honum. Og þá tekur hann líf okkar og skiptir því út fyrir sitt eigið líf. Og þá fá að upplifa fórnina sem var eilíflaust frá grundvöllum veraldar. Og hún verkar að krafti inn í líf okkar eftir það. Og fyrir því sem að hlusta og ekki verið stíðið að skref, þá ætlum ég að leiða þig þangað í bæn. Það byrður að hafa þessa bæn eftir mér.
Kæri Jesús, Kæri Jesús, í kvöld gef ég þér hjarta mitt. í kvöld gef ég þér hjarta mitt. Ég afhendi þér líf mitt Ég afhendi þér líf mitt og gefst þér á vald. og gefst þér á vald. Þú mátt gera það sem þú vilt í lífi mínu. Þú mátt gera það sem þú vilt í mínu lífi. Ég þakka þér fyrir að þú dóst fyrir mig Ég þakka þér fyrir að þú dóst fyrir mig og þakka þér fyrir að þú er núna að frelsa mig. og ég þakka þér fyrir að þú hefur núna frelsað mig. Í Jesú nafni, Í Jesú nafni. amen. Amen. Ef þú ert stíð að skrifa og mynda sem þú baðst, þá ertu gengið frá dauðan til lífsins. Þá er þetta verk sem Jesú vann þitt. Dómur Guðs kemur vissulega en þú lifir. Í eilífu samfélagi við hann, frá deginum í dag og alla eilífð. Amen. Amen. Amen, Magna, takk fyrir þetta. Frábær lestur blóði í Kristi og eins og Einar var að segja, ég hvet alla þá sem að mista fyrirlesturinn að horfa á hann inn í grúppinu. Við erum með bænahóp á Facebook sem heitir Biblíu og bænahópur frelsi og lækning. Ef þið viljið komast inn í hann þá getið þið sendt okkur skilaboð. Nú ætlum við að fara í hugleiðslubæn og við höfum rúman tíma til þess að njóta þess að vera í hugleiðslubæninni. Og í þessari hugleiðslubæn ætlum við svolítið að taka predikunina sem að Einar var með og setja hann inn í hjart okkar. Við ætlum að taka þetta orð Guðs og fylla hjart okkar af því. Við ætlum að taka við blóðinu frá Guði sjálfum í trú og leyfa því að hreinsa okkur. Og við ætlum að lifa í náð Guðs og setja orð hans inn í hjart okkar og taka við því verki sem Jesús vann þegar hann gaf líf sitt á krossi í trú. Af því að það er svo miklu, miklu meira sem gerðist heldur en það eitt að Jesús hreinsaði okkur af allri synd. Eins og Einar sagði, hann læknaði alla sjúkdóma, hann afmáði alla skömm, hann hreinsaði burt alla sekt og sýknaði okkur, hann gaf okkur sakleysi sitt, hann gaf líf sitt, honum var fórnað, hann var saklaus og þetta sakleysi gefur hann okkur, en samfélag okkar við Guð byggir á trú. Og trúin okkar situr í hjartan og trú ákvörðun og trú val. Og við þurfum þess vegna svo mikilvægt að við séum að grundvalla okkur í orðinu, lesa í Biblíunni daglega. Þótt að sé ekki nema 5 mínútur á dag. Taki ykkur tíma til að lesa í orðinu. Það skiptir ekki öllu máli hvort þið skilji allt. Það er bara þetta að setjast niður og byrja að lesa og þegar þið byrja að gera þetta daglega, þið byrja að pröfa að taka 5 mínútur á dag, þá byrja að finna að heilsan ykkar verður betri, líðan ykkar verður betri, þið verður glaðari, heilbrigðari, kærleiksríkari, betri manneskjur, hamingjusamari, það breytist allt af því að orðið, Jesús er orðið og það er lifandi og það er kröftugt og það er beitt og krafturinn í orðinu þegar við erum að lesa það og innbyrða það, þá smýgur það inn í hug okkar, inn í hjart okkar, inn í sál okkar, inn í líkam okkar, inn í blóðið okkar, inn í líffærin okkar og það hreinsar og læknar. Það er rosalega kröftugt. Þannig að nú ætlum við að fara í hugleiðslubæn og síðan ætlum ég að biðja fyrir öllum og síðan verða teknar sérstakar fyrirbænir sem hafa komið inn sem eru þó nokkrar. Amen. Þannig að ég ætla að bjóða ykkur að bara koma ykkur þægilega fyrir hvort sem þið sitjið að leggið og ég bara bið fyrir þessari hugleiðslubæn. Í Jesú nafni leggja hann í þínar hendur, Drottinn, og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú ert hérna með okkur og hjá okkur. Og við bara gefum þér, heilagur andi, fullt leyfi til þess að starfa með þeim hætti sem að þú vilt starfa hér í kvöld, í okkar lífi, í okkar hjarta. Og við bara bjóðum þig velkomin, heilagur andi. Þú ert velkomin í Jesú nafni. Og ég ætla bara að biðja að tengja við hjartað þitt. Það segir í orðinu að lífið sjálft kemur úr hjartan okkar og við erum að varðveita hjarta okkar og það gerum við með því að skoða hjartað, hlusta á það. Og við ætlum að segja bara í þessari bæn, heilagur andi, ég bið þig að fylla hjarta mitt. Og ég bið þig, heilagur andi, að fylla öll hólf hjarta míns.
Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú fyllir hjarta mitt. Að þú fyllir huga minn og sál mína. Og að kraftur þinn flæðir í gegnum blóð mitt. Og læknar. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú kemur svona og rennur eins og vatn í gegnum mig og skólar burt og hreinsar burt allt sem ekki frá þér, Jesús. Og í Jesú nafni, þá bara kem ég fram fyrir þig, Drottinn. Og ég gef mig algjörlega þér á vald. Í Jesú nafni beygi ég mig með auðmjúkt hjarta undir þína styrku hönd, Guð. Í algjöru trúartrausti. Ég treysti þér, Guð. Og í Jesú nafni, þá tek ég við náð þinni inn í hjarta mitt. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur hjarta mínu það sem það þarfnast hér og nú. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú sendir orð þitt inn í hjarta mitt núna og fyllir hjarta mitt af orði þínu. Og ég vel, Jesús, að krossfesta holdið, taka upp minn kross og fylgja þér. Og ég þakka þér, Jesús, að þú skínir ljósinu þínu inn í öll svið lífs míns og þú lýsir það upp. Þú lýsir upp allt myrkur í Jesú nafni. Og myrkrið flýr núna. Og ég þakka þér, Jesús, fyrir það verk sem þú vannst þegar þú gafst líf þitt á krossi. Þótt ég hafi ekki fullan skilning og þótt hugur minn get ekki faðmað þetta verk, þetta stórkostlegasta kraftaverk sem nokkuð tíma hefur verið unnið. Að þá tek ég við þessu í trú. Með þökkum í hjarta mínu. Og ég set krossinn þinn inn í hjarta mitt. Og ég segi takk, Jesús. Ég þarf ekki að skilja þetta til fulls. Ég þarf ekki að vita hvert einasta smáatriði. Ég bara segi já, takk, Jesús. Og ég þakka þér fyrir að blóð þitt rann
og blóð þitt hefur hreinsað mig. Hreinsa hjarta mitt, hreinsa sál mína, hreinsa huga minn, hreinsa líkama minn. Og alla mína fortíð og mína framtíð. Og ég trúi því í hjartanu Jesús að fyrir þínar benjar er ég heil, er ég læknuð, er ég læknaður, af því að þú, Jesús, hefur gefið mér þitt heilbrigði og þína heilsu og þitt blóð. Og í Jesú nafni, þá tek ég við þessu öllin í hjarta mitt núna. Og ég segi takk, Jesús, fyrir lækninguna. Takk fyrir kraftaverkin. Takk fyrir friðinn. Takk fyrir sakleysið þitt og sýknuna. Takk fyrir blóðið. Og ég er bara vel að skipta út mínu blóði og mínu lífi fyrir þitt blóð og fyrir þitt líf í Jesú nafni. Ég finn núna að ég ætla aðeins að bara biðja fyrir öllum sem er að hlusta og bara leyfa andanum að leiða það og síðan eftir þá bæn ætlum við að hlusta. Þá ætlum við að eiga þögla, hljóðastund í nærveru heilags anda og gera ekki neitt annað en að hlusta í hans nærveru. Ég finn að heilagur andi vill biðja fyrir hugafari. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú flæðir inn í huga sérhvers manns hér í kvöld og sem er að hlusta seinna og í Jesú nafni þú læknar. Í Jesú nafni þá hasta ég á alltaf myrkur sem reynir að ráðast á huga þinn eða setja neikvæðar hugsanir inn í hjarta þitt eða inn í huga þinn og ég rek það burt í Jesú nafni og í staðinn er komið meira af Jesú. Og ljósið fyllir huga þinn og þinn hugur er á valdi Jesú Krists og einskis annars. Í Jesú nafni þá er það Guð sem á þetta hugafar og þinn huga og hann einn. Fara að stýra þar og hafa áhrif í Jesú nafni. Þú ert með hugafar Krists og hugafarið þitt er fullt af friði, gleði, hamingju, heilbrigði, allsnægtum. Og núna flæðir inn skýrleiki inn í huga þinn. Það er skýr hugsun, það er tær hugsun og hrein hugsun, algjörlega ómengað, tært. Og það er svo skýr hugsunin og heilbrigð að hún er eins og lifandi vatni sem heilagur andi er. Algjörlega hrein, algjörlega heilbrigð í Jesú nafni og fókusinn þinn hann er á ljósið.
Hann er á Jesús. Og þú ert eftir að taka eftir í næstu daga og næstu vikur hvað hugur þinn er tær og heilbrigður og bjartur. Hvað hugur þinn er fullur af Jesú og ljósinu. Og eina samtalið sem á sér stað í þínum huga er þitt samtal, kærleiksríka fallega samtal við Guð sjálfan. Það er rosaleg blessun að koma inn í hugarfarið þitt núna. Og þú ert líka eftir að taka eftir hvað hugsanir þínar eru rólegar og hægar, svona afslappaðar. Amen. Nú ætlum ég að biðja fyrir blóðin okkar. Drottinn, við komum bara fram fyrir þig og afhendum þér okkar blóð. Og við þökkum þér fyrir að þú gefur okkur þitt blóð. Að það er þitt blóð, Jesús, sem rennur æðar okkar og flæðir hverja einustu æð. Og hreinsar á Jesú nafni, þá bara hasta ég á allt það sem reynir að stífla eða þrengja að og það losnar út núna og það kemur bara heilbrigt flæði. Og það er stórkostlegt heilbrigt blóð sem rennur þínar æðar. Og bara hormónin og ensímin og frumurnar og allt er bara að endurnýjast og líf Jesú Krists er í blóðinu þínu. Og blóðið er að flæða með líf Jesú Krists inn í hverja einustu frumu og hvert einasta líffæri og bara inn í heilan og inn í augun þín og öll líffærin innra með þér í alla útlimina þína. Og það er líf í Jesú nafni. Það heilagur andi er að setja lífið sjálft allan þinn líkama. Vá, þú ert eftir að finna fyrir miklum krafti. Þetta eftir að vera orkumikil og orkumikil. Þú hefur nægan kraft og næga orku til að gera allt það sem að þú vilt gera. Og Guð hefur gefið visku til þess að hvíla þig þegar þú þarft á hvíld að halda. Við ætlum að fara núna inn í hvíld Guðs og bara segja eina litla bæn fyrst, bara Jesús, ég þrái meira af þér. Ég hleyp til þín núna. Og ég held fast í þig og ég kný á. Ég bara kný á þig. Og núna leggst ég í hvíld þína, Drottinn, og leyfi þinni hvíld að fylla hjarta mitt og sál mína og líkamann á meðan ég hlusta.
Ef hugurinn reynir að hvarfla eitthvert annað, þá bara draga hann tilbaka á Jesús. Amen. Amen. Þá megum við bara opna augun hægt og rólega. Velkomin tilbaka.